Skulum þá skoða hvernig við finnum fjórðungamörk ef við höfum gögnin sjálf. Fjórðungamörk eru þær stærðir sem eru þannig að þær skipta dreifingun okkar í 4 jafn stóra hluta. Það er að segja að það eru jafn margar mælingar í fyrsta fjórðungi, eins og er í öðrum fjórðungi, eins og er í þriðja fjórðungi, eins og er í fjórða fjórðungi. Og við köllum þessi fjórðungamörk bara Q1, Q2 og Q3. Og Q1 er raun og veru bara mörkin á milli fyrsta og annars fjórðungs. Og þau segja okkur alveg heilmikið það hvernig gögnin að dreifast. Þannig ef ég vil reikna fyrstu fjórðungamörkin, þá fer ég að nota skipunina kvartæl. Nú eru nokkri möguleikar, kvartæl.xc, kvartæl.inc og kvartæl bara með svona þríhyrningi. Það er úrelt skipun. Þannig við notum þessa fyrstu .exc vegna þess að hún er þannig uppbyggð að hún, ef það er oddatölu fjöldi mælinga, þá sleppir hún miðgildinu sjálfu þegar á að finna hin fjórðungamörkin. En ok, við gerum þetta með svipuðum hætti eins og við gerum með aðra svona innbyggðar skipanir. Við skrifum það kvartæl.exc, veljum öll gögnin og síðan setjum við semikomu og segjum Excel hvaða fjórðungu við viljum finna, hvaða fjórðungamörk. Og að því að við ætlum að finna Q1 sem er þá fyrstu fjórðungamörk, þá veljum við hérna bara 1, skrifum bara 1, lokum siganum og ítum enter. Þannig að fyrstu fjórðungamörk er 21,25, þannig að ef við myndum raða þessu öll sem er í röð, þá ættum við að finna fyrsta fjórðunginn af mælingunum, það ætti að vera minna heldur en 21,25. Q2, það virkar alveg eins, jafnt og kvartæl.exc og aftur veljum við öll gögnin okkar, alveg svo venjulega, smella í fyrsta reitin, halda niður í Ctrl+Shift og einu sinni niður, gerum semikomu og hér skrifum við bara 2 af því að við ætlum að finna annað fjórðungamörk. Þetta ætti síðan alltaf að gefa okkur raun og veru það sama eins og miðgildið. Miðgildið er bara fjórðungamörk númer 2. Og þriðju fjórðungamörk, það eru mörkin sem að skilja á milli þriðja og fjórða fjórðungs. Þannig að ef við finnum lægstu 75% af mælingunum og setjum mörk þar, þá ættum við að hafa 25% sem eru stærri og það gerist í fjórðungamörkum 3. Við veljum bara öll gögnin eins og venjulega, gerum semikomu og skrifum 3, lokum siganum, ítum enter. Og það þýðir að fjórðungur af öllum mælingum er stærri en 25, en 3/4 eru minni en 25. Helmingurinn er minni en 23 og helmingurinn er stærri en 23 og fjórðungurinn af mælingunum er minni en 21,25 og fjórðungurinn er stærri heldur en 21,25. Og við notum að sjálfsögðu aldrei þessar skipanir á tíðnitöflur og við förum raun og veru ekki í það í þessum áfanga hvernig við finnum fjórðungamörk út frá tíðnitöflu. Það er ekki partur af efninu hjá okkur.